Ég vissi alltaf það kæmu svona einhver höggun á milli. En það sem að fólk þarf að heyra núna frá mér og okkur að við getum staðið við planið og ég veit að það einhverjum sem finnst þetta rosa fyndið og eitthvað svona ha-ha dæmi, skilji. Það samt bara búin að vera ein tegund af hagstjórninni í 10 ár. Við erum búin að vera henni í ár. Við ætlum að halda okkur við þetta. Við erum að gera fullt af mjög erfiðum hlutum. En það verður ekki sagt við okkur eftir framlagningu fjármálaáætlunar að við séum ekki að halda og standa við okkar hvað þetta varðar. Við ætlum að koma ríkissjóði fram yfir núlli og það er bara meira en að segja, skal ég segja, Tóti. Það er miklu meira en að segja það og ég átta mig alveg á því. Þú veist, það er öðruvísi að vera í minnihluta þegar maður er komin inn í forsætisráðuneyti, en ég sé það bara hverjum einasta degi af hverju þetta hefur ekki verið hægt. Maður að taka ákvarðanir á hverjum einasta degi sem að þóttu óvinsælar og voru ekki gerðar sín tíma. Tökum sem dæmi, já, þessa gjaldahækkanir sem fólk var ósátt við. Ég skil það alveg. Auðvitað hefði ég frekar vilja að þetta mældist ekki verðbólgu. Veistu hvað mælist ekki verðbólgu? Skattahækkanir. Við höfum getað náð sömu peningum inn í ríkissjóð með sömu hagáhrifum, en þar hefur bara ekki mælst í verðbólgu. Sama fólki er ósátt við að þetta mælist í verðbólgu ef fólki sem segir tökum bara fasteignaleiðin út úr verðbólgun og þá lækkar verðbólgan, skilji. Þetta er mælikvarði, þetta er ekki undirliggjandi staða